Húsnæði og búnaður Landspítala er ein af undirstöðum stefnu spítalans og felur í sér allt húsnæði spítalans og lækningatæki. Það er margt sem gengur vel hjá okkur. Við náttúrulega sjáum að það er aukinn stuðningur Alþingis og almennings við uppbyggingu Landspítalans og bæta húsnæðiskost. Við sjáum það á uppbyggingun á Hringbraut og auknu fjárveitingu til viðhaldsbygginga. Hefur verið undanfarin ár hefur fjárveiting til viðhaldsbygginga aukist verulega frá því sem áður var og sömuleiðis til lækningatækjakaupa. Húsnæði spítalans er að stofni til orðið mjög gamalt. Helmingur spítalans er orðinn yfir hálfrar aldar gamall og einungis 8% af húsnæði spítalans hafa verið byggð á síðustu 25 árum. En það eru stóru áfangar framundan. Það er verið að vinna núna í uppbyggingu á Hringbrautinni. Þar er byrjaðar framkvæmdir við meðferðarkjarna og á næstu árum hefjast framkvæmdir við rannsóknarhús og bílastæðahús. Sjúkrahótelið verður tekið í notkun. Það er fyrsta húsið í uppbyggingunni þar. Framkvæmdirnar á Hringbrautarlóðin eru núna komnar á fulla ferð eins og við sjáum. Það er byrjað að grafa grunn meðferðarkjarnans og færa til götur og lagnir. Við náttúrulega fögnum hverri sprengingu þá nálgast meðferðarkjarnin. En þar náum við að sameina alla bráðastarfsemi spítalans í einu húsi og tengja við barnaspítala og kvennadeild og þá eldra húsnæði sem aðallega verður notað fyrir göngudeildarstarfsemi. Við stjórnendur spítalans erum þakklát starfsfólki og sjúklingum, aðstandendum fyrir að sýna þessum framkvæmdum skilning og þolinmæði. Húsnæði spítalans er dreift höfuðborgarsvæðið. Við erum alveg frá Vífilsstöðum og Kleppsspítala út á Landakot á mjög mörgum stöðum og það er náttúrulega óhagræði í því fyrir okkur. Við erum að sjá verulega bót á húsnæði sem dæmi barna- og unglingageðdeild sem við höfum verið að endurbyggja alla saman fyrir mörg hundruð milljónir króna vegna þess ástands sem það húsnæði var komið í. Við erum að endurbyggja rannsóknarstofu í sýkla- og veirufræði og þar rifum við þau rannsóknarstofuhús alveg til grunna og byggjum upp að nýju. Á næstu árum munum við setja geðdeildir og öldrunardeildir í svolítinn forgang hjá okkur. Þar er þörfin mjög mikil. Núna í sumar þá flytjum við skrifstofustarfsemi spítalans og sameinum hana. Hún er dreifð eins og önnur starfsemi spítalans. Við sameinum hana í Skaftahlíð og tilgangurinn með þeim tilflutningi er að losa húsnæði fyrir klíníska starfsemi. Og þannig í framhaldinu verður Eiríksgötu 5 eða Eiríksstöð eins og við köllum það. Því verður breytt í göngudeildarhúsnæði og eins losnar víða húsnæði í stóru húsunum okkar í Fossvogi og Hringbraut sem við getum notað til þess að bæta aðstöðu á klínískum deildum. Það hefur orðið stórkostleg breyting í lækningatækja fjárveitingu til spítalans og þar sem áður var varla dugði fyrir einu tæki að þar erum við núna með töluvert meiri fjármuni. Og við sjáum það meðal annars í nýju sneiðmyndatæki sem verið að taka í notkun á Hringbraut núna. Og svo hafa verið höfðinglega gjafir til spítalans. Og það er helst að nefna nýjan jáandaskanna sem að Íslenska erfðagreining gaf spítalanum. Það er framtíðarsýn okkar að húsnæði Landspítalans sé sambærilegt húsnæði nýrra háskólasjúkrahúss á Norðurlöndum. Og það styðji vel við meðferð sjúklinga, vísindarannsóknir og starfsfólki líði vel í húsnæðinu.